áður rifust vinstri menn og sumir vilja meina að þeir rífi svo sem enn það stendu á að bæta og stofnuðu sér flokk en Steingrímur svo beilaði og það var pínu fokk. Í staðinn fyrir að væri einn stór vinstri flokkur þá voru þeir tveir. Nákvæmlega, sem var vissulega bæting frá því áður en þó voru þeir ennþá að kljást kjósendur í stað þess að einbeita sér að raunverulega óvininum, hægri öflunum. En samt á vinstri vagnum var Samfylkingin stærst. Í sífellu hélt Jóhanna því fram hún yrði næst. Í áratugi beið hún en renndi ekki grun að það eina sem að þyrfti væri agnarlítið hrun. Það þurfti ekki meira til að verða allir vinstri menn í kreppu. Nákvæmlega, og Jóhanna stritaði við að þrífa upp skítin eftir hina flokkana en fékk að launum lítið annað en mannþakklæti og nokkrar rauðarósir. Já, það mikilvægt að fá rósirnar en það voru fleiri búin að vera formenn en Jóhanna samt. Jú, vissulega, og hvernig voru það nú? Fyrst Össur Guðmundsson formann og Ingibjörg kom næst en aldrei gátu flokkarnir á vinstri vængum sæst. Næst Árni Páll og Oddný svo fannst einhver öndóttur því að Logi er eins og Valli nema alveg sköllóttur. En svo það auðvitað grasrótin sem mikilvægust og hinn eiginlegi flokkur. Já, þetta fólkið sem að vinnur þau störf sem að þarf að vinna. Fólkið sem að heldur starfinu gangandi. En gerður skrifstofustjóra í Broddi fylkingar. Nákvæmlega, áfram þeirra! Fylkist áfram saman og framtíðin björt með samstöðu og jafnrétti og frelsi vaxið ört. Verið áfram vongóð því það stefnir allt í hrun. Og þeir munið hvað gerði síðast? Svo við segjum sem Jóhanna sem hvítæðust á formana og alltaf hélt í draumana þó allir reynda fellana. Ykkar tími koma mun. Til hamingju með afmælið! Ykkar tími mun koma.